Góðan daginn. Velkomin á þessa kynningu á skýrslu starfshóps þjóðgarða og friðlýst Ég heiti Sigríður Svanna Helgadóttir og skrifstofustjóri í umhverfis-, orku- og loftslagsráðuneytinu og ég ætla að vera fundarstjóri hér í dag. Til upplýsingar þá þessari kynningu einnig streymt til að tryggja þátttöku þeirra sem ekki hafa tækifæri til að vera með okkur hérna í Hörpu í dag. Dagskrán í dag þannig að Steinar Kaldal, sérfræðingur í ráðuneytinu og annar starfsmanna starfshópsins mun hefja kynninguna og kynna skýrsluna fyrir hönd starfshópsins og síðan mun Árni Finnsson, formaður starfshópsins, segja nokkur orð vinnu hans. Að því loknu mun Guðlaugur Þór Þórðarson, ráðherra umhverfis-, orku- og loftslagsmála, taka til máls. Í lokin munum við svo opna fyrir spurningar úr fundasalnum hér í Hörpu til starfshópsins. Til að draga fram stöðu þjóðgarða og friðlýstra svæða almennt á Íslandi skipaði ráðherra á vormánuðum vinnuhóp til að vinna stöðuskýrslu þjóðgarða og friðlýst svæði. Í starfshópinn voru skipuð Árni Finnsson formaður, Guðrún Svanhvít Magnúsdóttir og Sveinbjörn Halldórsson en með hópnum störfuðu Steinar Kaldal og Magnús Guðmundsson, starfsmenn ráðuneytisins. Hópurinn hefur nú skilað skýrslu sinni sem við kynnum hér í dag og ber nafnið Þjóðgarðar og friðlýst svæði, staða og áskoranir. Undanfarin ár hefur átt sér stað á Íslandi mikil umræða gildi þess að stofna þjóðgarða og að friðlýsa einstök svæði og menningarminjar, þar sem sitt sýnist hverjum. Starfræktir 3 þjóðgarðar á landinu, þjóðgarðurinn á Þingvöllum, Vatnajökulsþjóðgarður og þjóðgarðurinn Snæfellsjökull og 2 fyrstnefndu á heimsminjaskrá UNESCO. Þjóðgarðurinn á Þingvöllum og Vatnajökulsþjóðgarður reknir sem sérstakar ríkisstofnanir en þjóðgarðurinn Snæfellsjökull heyrir undir Umhverfisstofnun. Önnur friðlýst svæði á landinu 130 talsins og fyrir Umhverfisstofnun með yfirumsjón þeirra. Þá held ég að komin tími til að hefja þessa kynningu og býð ég Steinar Kaldal velkomin í pontu til að kynna skýrsluna. Takk fyrir, heyrist alveg ágætlega í mér. Flott. Sigríður Svanna var búin að kynna starfshópinn, þannig að ég ætla að fara strax á næstu glæru. Og aðdragandi vinnunar, hún nefndi það einnig, en eins og þið sjáu hérna þá hefur verið vaxandi umræða tækifæri áskorun sem geta fylgt friðlýstum svæðum. Og þetta var átt sér stað á sama tíma og það hefur verið aukinn gestafjöldi á þessu svæði. Ferðamönnum hefur fjölgað mjög mikið og svæðin hafa orðið fyrir auknu álagi vegna þess. Nú ríkisstjórnir undanfarin ára þau hafa sett sér metnaðarfull markmið í náttúruvernd og hafa sett inn í stjórnarsáttmála sína meðal annars umræðu eða texta aukna vernd á miðhálendinu. Og samhliða þessari umræðu þá hefur líka átt sér stað hafa komið fram sjónarmið mögulega samþættingu og samræmingu þeirra stofnana sem að fara með þessi svæði. Nú, verkefni starfshópsins var að eiga samtal við aðila og kanna þeirra viðhorf til þjóðgarða og annarra friðlýstra svæða. Spurjum áskoranir sem stjórnvöld standa frammi fyrir á friðlýstum svæðum og mögulegar áskoranir við stækkun þjóðgarða og friðlýstra svæða. Þetta voru svona helstu viðfangsefnin en einnig að draga fram heildaryfirlit yfir málaflokkin. Nú áður en ég fer í niðurstöðu skýrslunnar, það er kannski ágætt að horfa á landslagið í dag og við eins og Sigríður nefndi með 130 friðlýst svæði á Íslandi og hérna sjáum við kort og þið sjáum að þau allt land. Þar af erum við með 3 þjóðgarða, þjóðgarðinn Snæfellsjökull, þjóðgarðinn á Þingvöllum og Vatnajökulsþjóðgarð. Og þarna sjáum við einnig gestastofur þessara þjóðgarða. Nú, hérna sjáum við aftur kort af friðlýstum svæðum, þarna líka búið að setja inn friðlýst svæði samkvæmt rammaáætlun sem rauðu þekjurnar, gríðarstórar þekjur. Og hérna sjáum við enn annað kort og þannig sjáum við friðlýst svæði á Íslandi og svo sjáum við þjóðlendur líka sem svona appelsínugul þekja. Og eins og við sjáum þá miðhálendið að langstærstum hluta þjóðlenda. Þessi svæði þau hafa ásamt öðrum ferðamannastöðum orðið fyrir auknu álagi vegna fjölda heimsókna, vegna aukinna ferðamanna og hérna sjáum við landshlutana þeim skiptu og þannig sést bersýnilega að Suðurlandi að taka við langflestum ferðamönnum. Þar eru friðlýstu svæðin Þingvellir, Geysir og Gullfoss sem að mynda þennan gullna hring sem að ég veit ekki örugglega hátt í 80% ferðamanna sækja.
Þannig að þessu aðeins misskipt, en seglarnir þarna eru okkar friðlýstu svæði. Hvað varðar friðlýstu svæði, þá eru ákveðin þolmörk þar. Og hérna mynd frá Önnu Dóru Sæþórsdóttur sem prófessor í ferðamálafræði, þar sem eru dregnir fram þessir 3 stöplar. Það er þolmörk náttúrunnar sem við þekkjum að er undir álagi, það eru þolmörk innviða og svo má alls ekki gleyma heldur þolmörkum ferðamannanna sjálfra. Það er að segja gæði upplifunarinnar. Það er ákveðin þolmörk á því líka. Ef það er mannþröng þá eru gæðin hjá upplifuninni ekki svo sama. Þannig að það er mikilvægt að hafa þetta í huga. Þessi svæði öll sem eru undir þessu ákveðna álagi, þau eru að skapa gríðarlega mikil hagræn áhrif og hérna eru þjóðgarðarnir og svæði innan Vatnajökulsþjóðgarðs dregin fram og ef við horfum nú bara á okkar elsta þjóðgarð, þjóðgarðinn á Þingvöllum, þá sjáum við því að 2017 þá er 1,5 milljón manna að koma í þjóðgarðinn sem er gríðarlegur fjöldi og ef við sjáum hérna skattana sem verða í lok döfnar fyrir þjóðgarðinn á Þingvöllum líka þá er 5 milljarðar sem er að skila sér í hagrænum áhrifum. Þannig að þetta eru mikil hagræn áhrif sem þessi svæði hafa. Við ræddum einmitt í byrjunin það hefur átt sér stað fjölgun, friðlýstu svæðum hefur fjölgað gríðarlega og það er ekki síst vegna átaks í friðlýsingum sem síðasta ríkisstjórn Sjálfstæðisflokks, Vinstri grænna og Framsóknar stóð fyrir. Og hérna sjáum við tímalínu, en í þessu átaki voru friðlýst fjölmörg svæði, grænu punktarnir eru ný friðlýst svæði og svo erum við einnig með rauðu punktana sem eru svæði sem eru friðlýst gegn orkuvinnslu samkvæmt rammaáætlun og svo eru gráu punktarnir eru þá stækkanir á friðlýstu svæðum. En það hefur einmitt líka verið umræða stækkun þjóðgarða eða stækkun friðlýstra svæða. Og svo má benda á það líka að á þessu tímabili þá urðu 3 stækkanir á Vatnajökulsþjóðgarði. Það er ekki nóg að friðlýsa bara svæði, það þarf einnig að vera til handbók hvaða reglur þar gilda og nýtingu og upplýsingu miðlunar og slíkt sem á sér stað á þessu svæðum. Það köllum við og kallast stjórnunar- og verndaráætlanir. Og eins og sést á þessu skífuriti hérna, þá er þar töluvert verk að vinna til þess að það þarf að vera til handbók, þannig að fólk geti í rauninni átta sig á hvað svæðið snýst, hvað friðlýsingin snýst. Þetta er nánari útfærsla á friðlýsingar skilmálum hvers svæðis. Og þetta er staðan haustið 2022. Ég nefndi einnig áðan að það hefur verið uppi sjónarmið aukna samræmingu eða samþættingu þeirra stofnana sem fara með þessi svæði. Og ef við horfum á skipurit þessara stofnana, það sjáum við hérna Þingvallaþjóðgarð, þar erum við með Þingvallanefnd sem er nefnd skipuð þingmönnum og undir hana er þjóðgarðsvörður sem svo fer með þessi verkefni. Svo erum við með Umhverfisstofnun og það er náttúrulega að taka fram að Umhverfisstofnun fer með mun fleiri málaflokka. Það er ekki bara umsjón og náttúruvernd, heldur alls konar önnur svið þar líka, stór og öflug stofnun. Undir svið náttúruverndar, þar eru öll friðlýstu svæðin, þar með talið Snæfellsjökulsþjóðgarður og þar er þjóðgarðsráð sem er skipað fólki úr nærsamfélaginu til ráðgjafar við stofnunina. Og svo erum við Vatnajökulsþjóðgarð sem er þetta töluvert stóra valdreiða stóra stofnun. Þar er ráðherra efstur og svo er stjórnin og í stjórninni sitja í meirihluta sveitarstjórnarfulltrúar sem koma á svæðisráðum hvers svæðis og þessi svæðisráð eru ráðgefandi fyrir stjórn og svo undir framkvæmdastjórann heyra þjóðgarðsverðir svæðanna og aðrir starfsmenn. Þannig að ef maður horfir á þessi skipurit saman þá er þetta er ólíkt. Rammi vinnunar, ef við förum núna í verkefni starfshópsins, þegar við erum búin að horfa á landslagið, þá var rammi vinnunar þannig að hópurinn var ekki að taka afstöðu til þess hvort eða hvernig ætti að friðlýsta svæði. Og þetta er sagt vegna þess að í stjórnarsáttmála ríkisstjórnarinnar kemur fram eftirfarandi að stofnaður verði þjóðgarður á þegar friðlýstum svæðum og jöklum á þjóðlendum og hálendinu með breytingum á lögum um vatnajökulsþjóðgarð og áhersla verði lögð á samtal og samvinnu við heimamenn og svæðisráðum fjölgað. Og þarna sjáum við kort sem sýnir aftur friðlýstu svæðin
og svo undir er bláþekja sem eru þjóðlendurnar og svo útlína miðhálendisins samkvæmt landsskipulagsstefnu. Og til að ítreka það var ekki tekin afstaða til þessara áforma í vinnu starfshópsins. Aðferðin sem hópurinn beitti var að taka viðtal við hagaðila, stofnanir og einstaklinga. Funda með fulltrúum frá Sambandi íslenskra sveitarfélaga. Það voru könnuð viðhorf hjá stjórnendum og lykilaðilum og einnig var gerð könnun meðal almennings á Íslandi sem að maskína framkvæmdi fyrir starfshópinn. Fundirnir eins og ég sagði, það var fundað með Sambandi íslenskra sveitarfélaga en svo var einnig fundað með fjölmörgum öðrum. Og þarna sjáum við í töflunni þær stofnanir og fyrirtæki sem var fundað með, félagasamtökin og þá sérfræðinga sem að hópurinn vildi sérstaklega heyra í. Nú, niðurstöðurnar eftir þetta samtal við alla þessa aðila voru að það urðu til 16 það sem við köllum lykilþætti eða áskoranir. Og til þess að draga betur fram og athuga hvort það var eitthvað þarna sem að vantaði inn í, þá voru þessir lykilþættir settir í umsögn í samráðsgátt stjórnvalda í 2 vikur. Eftir að farið yfir, það bárust 27 umsagnir sem við vorum ánægð með og eftir að farið yfir þær og gátum við dregið inn ýmislegt þar inn í þessa lykilþætti sem voru fyrir, bætt við þá, en einnig var til annar nýr lykilþáttur sem ég kem að á eftir. Og hérna sjáum við svo þessa lykilþætti eða þessar áskoranir og þetta er allt útlistað mjög vel í skýrslunni. Þannig ég ætla bara aðeins að leyfa þess að lifa þannig að þið sjáið hvaða áskoranir komu fram í viðtölunum. Og ef við horfum svo hérna á kassan lengst til hægri og neðst þar niður, þar er komið nýr lykilþáttur sem heitir traust, sem að bættist við eftir umsagnarferlið. Og dæmi lykilþátt, þegar kannski sé skýrsluna sem eru komið inn í hendurnar, en fyrir ykkur sem að horfa, þá er dæmi lykilþátt stjórnskipulagsstofnana og samræming stjórnsýslu. Þá er það sett sem lykilþáttur í skýrsluna og svo er það útskýrt í nokkrum punktum. Og meðal annars er punkturinn þennan lykilþátt sá að hlutverk, verkefni og verklag þjóðgarðsins á Þingvöllum, umhverfisstofnunar og vatnaverðsþjóðgarðs sem reka þjóðgarð á önnum friðlýsssvæði er ólíkt og stundum er verkaskipting óljós. Nú í þessum samtölum öllum þá að sjálfsögðu kom einnig ábendingar hvernig mögulega væri hægt að tækla þetta og tækifæri til úrbóta. Það er sett fram í skýrslunni líka í stuttum setningum og eins og í þessu tilviki þá er þetta dæmi tækifæri sem hægt var að vinna með í tengslu við þennan lykilþátt. Annar lykilþáttur er traust sem kemur fram í umsögnum og hópurinn býr til þá textaði mann í ljósi þess að það kemur fram og svo tillögu að hvernig hægt sé að vinna með þennan þátt. Og ég held að geta allir verið sammála að þetta er auðvitað grundvallaratriði þegar kemur að því að friðlýsingssvæði í umræðum mögulega friðlýsingu. Þá þarf þetta að vera til staðar. Hvað var að stækkun þjóðgarða og friðlýsingssvæða, þá voru stjórnendur og lykilaðilar spurðir það og það komu fram greinilega 2 áskoranir í þeim samtölum. Það var það að fjármunir þyrfti að fylgja ef þetta væri stækkun og bæði til rekstrar og til uppbyggingar. Og svo samráðið sem þá tengist beint traustinu. Að það þurfi að leggja áherslu á samstarf, skipulag og samtal. Þetta voru lykilþættirnir. Svo var líka framkvæmd skoðanakönnun eins og ég nefndi. Og þar var bara spurt beint, er vel illa staðið að verndun náttúru Íslands? Og þið sjáið að það er rúmur 3/4 sem telur vel að henni staðið, en það er næstum 4/4 sem telur illa að henni staðið. Þetta er athugunarvert. Og á sama tíma var spurt hvort þetta friðlýsa fleiri eða færri svæði, eða hvort að friðlýsing væri hæfileg. Og þarna er áhugavert að þrátt fyrir að stór hluti telji ekki nógu vel staðið að þessu,
þá telur samt stór hluti að það eigi að friðlýsa fleiri svæði. Og svo var spurt sérstaklega þjóðgarðana, þeir eru okkar kannski þekktustu eða stærstu friðlýstu svæði, hvort að aðspurðir teldu þá að hafa mikið eða lítið aðdráttarafl, og þarna eru 67% sem að telja að hafa fremur eða mjög mikið aðdráttarafl fyrir erlenda ferðamenn. Og svo þarna mjög áhugaverðar niðurstöður varðandi gjaldtöku. Þarna spurt hvort að fólk sé fylgjandi eða andvígt gjaldtöku fyrir þjónustu á helstu ferðamannastöðum og friðlýstu svæðum. Þarna átt við þjónustu. Og nú það þannig að til dæmis að Þingvallaþjóðgarði tekið bílastæðagjald og í Skaftafelli í Vatnajökulsþjóðgarði tekið bílastæðagjald fyrir þjónustu. Og það yfirgnæfandi meirihluti sem fylgjandi slíkri gjaldtöku. En það sem áhugavert einnig að það var spurt um skoðun og viðhorfandi gjaldtöku fyrir aðgengi, sem ekki tekin gjald fyrir aðgengi að friðlýstum svæðum á Íslandi í dag. Og þarna líka ansi stór hópur sem fylgjandi slíkri gjaldtöku. Nú, að lokum þá var það ósk starfshópsins að ég dragi fram þeirra lokaorð úr skýrslunni, þannig að það þeirra og okkar sem unnum í þessu verkefni einlega von að það verði unnið með þessar tillögur og það verði nýttar til úrbóta í þessum verkefnum. Þannig að ég ætla bara að fá að þakka fyrir mig og gefa honum Árna Finnssyni formanni orðið. Takk. Já, gaman að sjá okkur. Það á blaðsíðu 6, eiginlega það sem við áttum að gera, og það líka í skýrslunni þá svörum við því sem við áttum að gera. Umhverfisráðherra kom að máli við hnippti mig í vor og spurði hvort ég væri ekki til í að gera hana smá greiða, og jú, ég sagði, og þá allt í einu kom skipunarbréf. Og svo fékk ég þau með mig í hóp og samvinnan hefur gengið mjög vel, ekki síst vegna sem við höfum haft mjög góða aðstoðamenn frá umhverfisráðuneytinu, Steinar og Magnús Guðmundsson, og ég þakka sérstaklega fyrir þeirra aðstoð. Það mjög gott að vita hvað gott fólk í ráðuneytinu. Mér datt nú í hug að segja svona aðeins frá byrjun sem ég hef verið í þessu aðeins lengi. Við fórum frá Náttúruverndarsamtökum Íslands og samtökum sem heita World Wide Fund for Nature eða WWF í júní árið 2000 til Washington á fund með Alcoa, og það var Alcoa sem bað fundinn. Og talsmaður Alcoa sagði strax í upphafi að það kemur ekki til greina að þeir bökkuðu frá því að byggja álver á Reyðarfirði, það kemur bara ekki til greina. Við erum samt til í að gera okkar besta til að friðlýsa stórt svæði norðan Vatnajökuls, Jökulsárfjöllum, og leggja til þess peninga. Og það nú það sem kemur fram í þessari skýrslu, að það þarf að fylgja peningar með friðlýsingu. Alcoa sá til þess og þannig byrjaði ævintýrið. Og ef maður skoðar sem ég hef farið yfir núna, ef maður skoðar þingtíðindi, það sem rættur Vatnajökulsþjóðgarð og verndun svæða í kringum hann, það hefur ríkt þverpólitísk sátt frá upphafi stofnunina. Síðan kunna hafa verið einhverja deilur hvernig framkvæmdin yrði, en hún hefur verið blessulega góð með allt og allt. Við höfum líka rekið okkur á, og í samræmi með þessar skoðanakannir sem eru birtar, þegar við lesum viðtölin og þeir tókum viðtöl við hina ýmsu aðila, hagaðila, að það mjög mikill vilji til að gera vel við náttúru landsins. Bara sé gert vel. Það enginn sem tala gegn náttúruvernd. Það vilja allir vernda náttúru landsins. Og hvort það þjóðgarður eða friðlýst svæði, það og þetta á ekki síst við stofnanir eins og Umhverfisstofnun og aðrar stofnanir
ráðuneytisins. Ég held að skýrslan tali sínu máli. Það eru góð svör við þessum spurningum sem koma fram á blaðsíðu 6. Ég vil þakka sérstaklega Guðrúnu Svanhvíti og Sveinbirni fyrir samstarfið. Það hefur gengið mjög vel. Ég þekkti þau ekki áður en bara góð minning að starfa með þeim. Takk fyrir. Þá ætla ég bara að biðja umhverfis-, orku- og loftslagsráðherra Guðlaug Þór Þórðarson að koma hérna upp. Já, fundarstjóri og ágætu fundamenn. Það er mér mikil ánægja að vera með ykkur hér í dag og vera viðstaddur þegar þessi hópur að skila af sér. Og ég skal viðurkenna það að ég velti því mikið fyrir mig hvernig hann ætti að vera samsettur og mér finnst það að gengi vel. Hérna eru 3 ólíkir einstaklingar úr ólíkum áttum sem eiga það sameiginlegt hins vegar að vilja náttúru landsins allt hið besta og ég held að samsetning á honum sýnir svona svolítið hvernig að við þurfum að vinna ef við ætlum að ná árangri eins og kom hérna fram frá formanni hópsins og kemur ágætlega fram í skýrslunni þegar menn skoða hana að þessi vegferð er löng en einkennist af því að það hefur verið þverpólitísk sátt hana. En eins og formaður nefndi að það er góð sátt markmiðin en við þurfum að leggja svolítið mikið á okkur þegar kemur á leiðunum til þess að ná góðri niðurstöðu. Það er allir sammála það að íslensk náttúra er einstök á heimsvísu og við viljum skila henni af okkur þannig að komandi kynslóðir fá að njóta hennar líka og það er auðveldara að tala heldur en í að komast. Og við þurfum líka að horfa á og hlusta á þegar kemur gagnrýni á stjórnvöld þegar kemur að þessum málum. Og það hafi verið ýmis átök sem snúa annars vegar að menntun íslenskrar náttúru og hins vegar nýtingu til verðmætasköpunar svo sem ferðamennsku, sauðfjárbeit, skotveiði og orkunýtingu. Og ég lít svo á að þetta skýrsla hér sé svona grunnur til umræðu og vinnu í framhaldinu og mér finnst þau orð sem að koma fram í skýrslunni að það sé mikilvægt að frá hópnum að við höfum það sem leiðarljós að það þarf og svo í vitni beinni að vinna þarf að því að byggja upp traust til að ná góðri sátt á milli allra sem koma að friðlýstu svæðum, þar með talið þeirra sem hafa umsjón með friðlýstu svæðum, landeigenda þeirra sem nýta sér þau í atvinnuskyni, þeirra sem vilja njóta svæðina og þeirra sem eiga þar óbein eignarréttindi og annarra hagaðila. Og þá það bara kannski spurningin, hvað ætlum við að gera í kjölfarið? Niðurstaðan bara einfaldlega þessi, það verk að vinna og við verðum að vinna það saman. Þessi lykilþættir sem eru ágætlega dregnir hérna fram að við höfum nú þegar hafið undirbúning af því hvernig við getum unnið með þá því að burtséð frá öllu að þá augljóst að þarna er þarft eða þetta allt saman verk sem við þurfum að vinna og því fyrir sem við gerum því betra og við sumt algjörlega innan ráðuneytis, annað þurfum að vinna með öðrum ráðuneytum en alltaf þurfum að vinna þetta með hagaðilum og það vinnum við geða og ekki síst sveitarfélögunum. Því eins og segir í stjórnarsáttmálanum að það á að hafa mjög gott samstarf og samráð við heimamenn og ég held að það sé nú lykillinn að því að byggja upp traust sem að hópurinn hefur nú lagt mikla áherslu á að það verði að allir þurfa að koma á borðinu og ekki síst og kannski fyrst og fremst heimamenn sem að hafa nú haft gegnum tíðina og ekki áratugina heldur árhundrunin mest þessi mál að segja. En bara svona að lokum, ég vil bara þakka
hópnum fyrir velunnin störf og ég vonast til þess og sannfærður að þetta verður góður grunnur að bæði umræðu og svo sannarlega í þeirri vinnu sem að framundan og bara takk fyrir mig og til hamingju með skýrsluna. Þá ætlum við að opna fyrir spurningar úr sal. Bara að biðja, ef þið hafið áhuga á að spyrja, þá eru mikrofónar. Já, á leiðinni. Við skulum bara taka eina spurningu á einu og biðja ykkur bara að kynna ykkur áður en að byrja upp spurninguna. Hver vil vera fyrstur? Það er alltaf erfiðast að vera fyrstur, eða ekki? Nú sé ég ekki neitt. Já. Gjörðu svo vel. Takk fyrir þetta. Inga Dóra heiti ég sviðsstjóri Sviðs náttúruverndar hjá Umhverfisstofnun. Ég vil bara þakka kærlega fyrir þessa skýrslu, greinilega mjög vel unnin og eftir að vera búin að glugga í hana í 5 mínútur að þá sýnist mér þeir hafa náð yfir svona helstu áskoranir. Og ég myndi í rauninni nefna líka tækifæri af því að þessu hægt að breyta í tækifæri öllu saman. Ráðherra svaraði kannski spurningun minni að hluta til framhaldið sem það mikilvægasta í þessu öllu saman, að það verður unnið með þessa þætti og þessar áskoranir og þeim breyta í tækifæri. Þannig að það væri gaman að sjá næstu skýrslu tímasett í aðgerða áætlun. Þannig að ég myndi vilja heyra bara hana mjög fljótlega. Þannig að það var svona spurningi mín, hvert framhaldi yrði af þessu og hvort að það sé einhver aðgerða áætlun eða plönuð varðandi það. Ég veit ekki hvort að einhver úr starfshópnum getur svarað því. Kannski bara, já, ráðherra tekur bara kannski fyrstu spurninguna. Það ekki eins og maður sé á hækjum, sko. Þetta mjög góð spurning og lykilspurning og ef þið skoðið þessa lykilþætti að sjáu þetta mjög margvíslega hlutir sem við þurfum að taka á og ég held að öllum sé orðið ljóst að 3 mánaða hópar eru uppáhaldið mitt en sko það liggur alveg fyrir að sumt til dæmis ekki á málefnissjóði okkar annað getur við sagt svona beint undir okkur en allir lykilþættirnir eiga það sameiginlegt að þú verður að fá fleiri að heldur en bara stjórnarráðið. Og það sem við erum að gera núna og erum byrjuð að gera, af því að það þarf ekki endilega að verða 17 hópar, því að sumt á ágætlega saman, að það markmið okkar að í það minnsta fyrir áramóta þá verði allir, að þá verður vinnan á öllum þessum sviðum farin á stað. Sumt eru lagabreytingar, annað stefna, þetta svolítið mismunandi en það ekkert þarna sem við ætlum ekki að fara í og þannig að við munum tilkynna það fyrir áramót hvernig að þessu framvindur því að þú hittir naglan á höfuð og segir það náttúrulega skiptir öllu máli að við höldum áfram og gerum eitthvað með þetta og ég búinn að lofa hópnum svo ofta að gera það að ég kemst nú aldrei undan því en það hef ég engan áhuga á því. Já, gjörðu svo vel. Takk fyrir. Komið sæl, Snorri Sigurðsson heiti ég og sviðsstjóri náttúruverndarsviðs hjá Náttúrufræðistofnun Íslands. Takk fyrir skýrsluna og góða kynningu. Ég hlakka til að lesa hana til hlítar og á eftir að kynna mér allt sem þar stendur, þannig að kannski spurningum minni svara þar, en öll ákvarðanataka aðgerðir þarf auðvitað að byggjast á góðri þekkingu og mig langaði að forvitnast hvort að hópurinn hafi rætt hlutverk rannsókna innan friðlistarsvæða, bæði auðvitað rannsóknir á náttúrunni til að tryggja þess að grunnmarkmið friðlýsingarnar að vernda náttúruna sé örugglega nást, en einnig rannsóknir á svona þessum helstu áskorunum sem
fyrirfinnast, til dæmis álag vegna ferðamennsku og svoleiðis. Það að okkar mati mjög mikilvægt að þessi tryggt að góður þekkingagrunnur sé til staðar og honum viðhaldið og hann bættur eftir þörfum. Þannig að það er fróðlegt að vita hvernig hópurinn tók á þessu ef það var gert. Takk. Já, eins og heyrist í mér. Já. Skýrslan er kannski fyrsta lagi það sem við erum sammálum að þurfa að gera. Og það er eitt sem þú nefndir að raða niður hvað þarf að rannsaka, bæði náttúruna og líka ferðamennskuna. Og ég bara glæddist við að heyra það að ráður allar að koma sér öll í verk fyrir jól nánast. Og þú eiginlega verður að klára að lesa skýrsluna fyrir lok mánaðarins með það sem hann sagði. Ég held að framkvæmdaatriðin komi núna, við erum búin að benda það sem þarf að gera og síðan það ráðherrans og ráðuneytisins og jafnvel ríkisstjórnin að vinna úr því. Já, það spæta kannski við. Ég held að þetta einn lykilþátturinn, hann svarar ágætlega þinni spurningu, en hann er þannig að viðhald náttúrulegra gæða friðlýstra svæða, það er einn lykilþátturinn hjá okkur og þar kemur meðal annars fram að efla þær rannsóknir á þolmörkum friðlýstra svæða, hvað varðar þolmörk náttúrunar, þolmörk innviða og þolmörk upplifunar gesta. Þannig að við töluðum sérstaklega þetta og töluðum við hann Jukka og Jóngeir sem eru að rannsaka þetta mikið og þetta kom mjög sterkt fram og það er mjög mikilvægt að efla þessar rannsóknir. Þannig að við höfum eitthvað á að snerta, þetta sé ekki bara eitthvað tilfinningalegt. Já, Anna Dóra Snæþórsdóttir hjálpa okkur líka heilmikið. Takk. Já, góðan daginn öll, ráðherra, aðrir gestir hér. Ég heiti Valbjörn Steingrímsson og er sviðsstjóri fjármála og framkvæmda hjá Vatnajökulsþjóðgarði. Ég er sérlegur áhugamaður gjaldtöku og sessunautur minn, mjög töluglöggur maður, hafði upplýsingar um það að orðið gjaldtaka kemur fyrir 12 sinnum í þessari skýrslu. Nú er gjaldtaka eitt, en hvernig á að nota peningin er annað. Það er takmörkunum hafði í dag hvað til dæmis Vatnajökulsþjóðgarður má nota sína peninga í sem hann aflar í sértekjum. Hefur eitthvað verið rætt þá í þessari nefnd eða annars staðar það hvort verið tekið til hendinu og breytt lögum þannig að megi nota peningin til dæmis í uppbyggingu innviða og minni ég þar á frumvarp fyrrverandi umhverfisráðherra sem heiti Björt Ólafsdóttir ef ég maður rétt. Má koma með aðra spurningu, fundarstjóri? Já, gerð svo vel. Hún er stutt, hún varðar þjóðlendur og ég tek eftir því að ég fæ einu sinni á ári fyrirspurn frá forsætisráðuneytinu það hvað ég geri við, eða þjóðgarðurinn geri við tekjurnar sem hann hefur af þjóðlendum. Og stuttasvarið er það að við innheimtum lítið leigugjald upp á hálendi upp á held ég 25.000 skall. Það er mikið fyrir þessu haft að forsætisráðuneytið sé að sinna einhverju þarna í einhverju skúffun í forsætisráðuneytið hvort að umræðum þjóðlendur hafi ekkert komið inn í ykkar umræðum að taka þetta af forsætisráðuneytinu. Þessi lög voru sett 1998 ef ég maður rétt og er ekki rétt að taka þetta inn í og undir umhverfisráðuneytið. Takk. Spurning hvort við byrjum bara á gjaldtökuspurningunni. Gjörðu svo vel. Hún var rædd mikið og eiginlega er besta svarið þarna í skoðanakönnunni sem að framfór og þegar hún er komin þá held ég að lögfræðingurinn taki við. Það þarf að breyta þessu lögum ef að vera hægt að nýta peningana við rekstur þjóðgarðsins. Ég held að næsta skref sé að lögfræðingarnir skýra út hvað sé hægt að gera til að þetta passi við reksturinn. Já, þetta er svona svipað spurningin áðan. Við erum með svar við þessu þetta var einn af lykilþáttökunum, fjármögnun og gjaldtaka og þar kemur beinlínis fram hjá okkur að móta þar stefnu gjaldtöku á friðlýstu svæðum á Íslandi, tryggja þar heimildir til að tekjur af gjaldtöku gesta megi nýta bæði til að veita þjónustu og til uppbyggingar og viðhalds mannverkja. Þannig að þetta er einn af lykilþáttunum. Sveinbjörn, vilt þú bæta ykkur við eða? Það er kannski ágætt að bæta við þetta. Við auðvitað
þetta var mikið rætt hjá okkur gjaldtökur og annað og það kom meðal annars upp varðandi bílastæðugjöldin unni Vatnajökulsþjóðgarðs sem ekki mætti nýta í uppbyggingu og innviðum og við bentum á eins og Guðrún var að segja í skýrsluna á það þyrfti að skoða þessi mál mjög vel en það hafa verið náttúrulega svona ýmsar raddir hvernig gjaldtaka eigi að vera og hvernig og ég held að í meskinu rannsókninni komi þetta mjög vel fram hvað landin að hugsa í sambandi við þessa mikla ferðamannastraum sem á landinu. Að menn vilja að við fáum tekjur af því og við viljum nota tekjurnar til þess að byggja upp innviðina til þess að halda náttúrunni eins góður og við getum. Það eitthvað mikið samhljómur í nefndinni. Það spurning með þjóðlendurnar hvort að... Já. Jú, varðandi þjóðlendurnar, þá er ég nú mikil þjóðlendumanneskja en það hefur þetta fyrirkomulag reynst ákaflega vel í mínu sveitafélagi, þar sem er þjóðlenda og hefur verið ákaflega gott samstarf við forsætisráðuneytið og það kemur líka fram hérna í kaflanum þar sem djúpviðtölin voru tekin. Þar kemur þetta sjónarmið líka fram að það hefði gengið ákaflega vel en það kom ekki fram í okkar samtölum eða umræðum að ætti að færa þetta til úr þessu ráðuneyti. Það kom ekki til tals hjá okkur. En þetta er svona það sem ég get sagt þjóðlendurnar. Það má kannski bæta við þetta varðandi þjóðlendurnar og annað. Það kom skýrt fram í viðtölum við hagaðila og aðra að menn vildu meiri samræmingar. Þeim fannst kerfið og flókið að þarf að leita til margra aðila til þess að fara út í eitthvað. Þannig að menn töluðum að þyrfti að samræma og fækka þessum stofnunum þannig að það væri hægt að vinna betur í þessum málum. Komið í sæl, Elva Björk heiti ég og er doktorsnemi í ferðamálafræði. Mér finnst gaman að sjá hérna, og til hamingju með skýrsluna, takk fyrir hana. Gaman að sjá hérna almannaréttinn, af því það er akkurat kafli sem ég að byrja á í minni doktorsritgerð almannaréttinn og hvernig þetta skoða hann í gegnum hugtakið hospitality, þar sem kemur fram virðing, ábyrgð og gagnkvæmni og það verður gaman að sjá hvernig það harmonera við þetta. Ég er aftur á móti ekki bara doktorsnemi, heldur ég líka fulltrúi landeigenda og leigjenda í Vatnsdal fyrir vestan og mér langar að athuga hvort þið hafi eitthvað fjallað væntanlega eða mögulega orkuvinnslu á verndarsvæðum eins og Vatnsdalurinn er og sem framkom sem fyrsti kostur í skýrslu sem var gerð á vegum ráðuneytisins núna í vor 7. apríl. Þannig að mér langar að athuga hvað það standi og vil endilega fá samtal það síðar í ráðuneytinu. Takk. Við gerum það ekki. Rétt eins og við tókum ekki afstöðu til friðlýstra svæða eða stækkunar þjóðgarða, þá vorum við ekki að tala hvað þetta virkja og hvað þetta ekki virkja. En kannski aðeins koma inn á þetta og þú varst að tala almannaréttinn líka. Það er náttúrulega í náttúruverndarlögunum ákvæði það í að endurskoða almannaréttinn. Það var byrjað að vinna í því og það var víðtækur fundur sem var haldinn almannaréttinn. Ég held að það hafi nú bara orðið einn fundur sem var haldinn þar sem þetta var rætt en síðan einhvern veginn rann til hliðar. En auðvitað rættum við þetta aðeins innandyr og þetta í skýrslunum með almannaréttinn að þar sem við bendum á stjórnvöld fyrir að taka upp vinnu við að yfirfara og skilgreina almannaréttinn eins og ástandið í dag, að þá þarf að gera það. Já, komið þið sæl. Ég heiti Snorri Ingimarsson og ég hef verið áheyrnarfulltrúi fyrir útivistarsamtök í stjórn Vatnajökulsþjóðgarðs síðastliðin 10 ár. Bara takk fyrir þessa skýrslu. Mér langaði að spyrja stöðu útivistafólks í vinnunni framundan. Það veldur mér smá áhyggjum að ráðherra bindi orðið sínu svo til heimamanna og sveitarstjórnarfólks og við teljum dálítið óleyst mál hverjir eiga að hafa lögsögu yfir hálendinu
og við teljum að fólki sem býr ekki á nærsvæðum heldur þessi stóri hópur njótenda sem býr á höfuðborgarsvæðinu og byggðarlögum eða þéttbýliskjörnum víðu land eigi að hafa mikið þetta að segja líka. En hvernig sjáið þið framhaldið varðandi þessa hópa? Hvaða aðkomu fá þeir í framhaldinu? Kannski biðja bara ráðherra að taka þessa spurningu. Ég reyndi svona að vera tæmandi eins og ég gat, en það augljóslega tókst ekki. Og svo að einhver, ef að það er eitthvað misskildist að ég ætla að klára þetta allt fyrir áramót, þá er það ekki alveg rétt. Ég ætla hins vegar að setja þetta á stað fyrir áramót og á því nokkuð munur. Þessi vinna, hún var þannig að það eru 3 aðilar sem vinna henni og það var reynt að nálgast þetta með eins mikilli breidd eins og getur orðið. En til að fyrirbyggja það að einhver geti sagt og ég fekk ekki að koma inn að, þá var bæði tókuðu náttúrulega viðtal við mjög marga, það gerði skoðanakannir og síðan var þetta sett í samráðsgátt þannig að allir gátu komið sínum athugasemdum að. Það verður leiðarljósið í allri vinnu og eins og þau eru búin að taka út hérna nokkra lykilþætti, en þeir eru fleiri, en það er hins vegar ástæðan fyrir að við gerum þetta ekki bara á morgun er að það verður að það þarf að líta til þess hvernig hópar eru samsettir og hvernig farið í vinnuna, en leiðarljósi verður alltaf það að allir geti komið að þessu og bara svo það sé sagt skýrt að ástæðan fyrir að ég vildi fara í þessa skýrslu, taka þetta saman þannig að við erum með svona jafngott greinagott yfirlit eins og hægt er, þannig að við erum með upplýsingarna þegar við tökum umræðan því að við þurfum að taka umræðana og ég held að sé eina leiðin til að byggja upp traust, það er að fólk tali saman um þetta. Stundum er það þannig að fólk sem kemur ólíkum áttum telur sig vera mjög ósammála þá er sest niður og fyrir ræðamál. Og þetta er ekki að stoppa hér bara þegar við förum hérna úr hörpunni, því að þessi skýrsla náttúrulega öllum opin, allir hafa aðgang að henni og það kemur ekki óvart og ég vonast til þess að þetta fólk sem hérna er og þetta við hinn, að þau munu taka þátt í umræðum bæði á litlum og stórum fundum og í fjölmiðlum í kjölfarið. Því að þegar maður lest yfir, ég held að við öll komumst þær í niðurstöðu þegar við skoðum þetta, að það er rosalega mikið verk að vinna og þú nærð ekki árangri nema að gera það skipulega. En grunnurinn er alltaf aðkoma allra hagaðila, sama hverjir eru, og ég ætla ekki að fara í upptalningu því að þá kemur einhver og segir þú gleymdi mér sko. Ég er ekki að fara þangað, en bara opin umræða þessi mikilvægu mál er alveg grunnur að árangri í mínum huga. Bara líka aðeins að fá að bæta við, svara Snorra líka með að við fórum vel yfir þetta, við skilgrindum þessa hópa sem hagaðila til þess að reyna að taka utan alla því að ég hef sjálfur oft notað orðið nýtendur, notendur og njótendur en það eru fleiri sem kom að þessu líka. En við viljum semst að auðvitað nærsamfélagi sem eru oft sveitafélögin og þeir sem hafa haft umsjón með svæðunum, að hafi náttúrulega umsjón, en náttúrulega í samráði við hagaðila sem þá þeir sem að bæði nýta, njóta og nota. Já, ég náttúrulega tek undir með Sveinbirni og þetta var svona gegnumgangandi í allri okkar vinnu, þetta samráð svo mikilvægt. Og þegar talaði að þurfa að hafa samráð við sveitarfélögin, þá það auðvitað þannig að þegar sveitarfélögin fari í einhverjar skipulagsbreytingar eða fari í einhver verkefni, allavega það þannig varðandi þjóðlenduna, þá þarf að auglýsa allt slíkt og sveitarfélögin ger ekki bara eitthvað einhliða, alls ekki á þjóðlendunni. Og ég get nefnt eitt dæmi sem ég þreytist ekki á að tala um, sem að þegar við í mínu sveitarfélagi Bláskógabyggð fórum að greina allar reiðleiðir í samhliða nýju aðalskipulagi, þá lögðust við vel yfir það, svo náttúrulega fór það bara í þetta lögbundna auglýsingaferli og öllum var gefið færi á að koma með ábendingar sem stór félagssamband, Landssamband hestamannafélag gerði og við vorum bæði við sveitarfélagið og heimamenn vorum sammála um markmiðið. Markmiðið var að við þurftum að vernda ákveðna leiðir, við vorum bara ekki alveg sammála um hvernig átt að komast þangað. En hvað gerðum við? Við settumst bara niður þessir mismunandi hópar, við sem fórum í skipulagsvaldið og njótendurnir sem margir hverjir koma hér á Stór-Reykjavíkursvæðinu, mjög stór hestamannafélög hér og niðurstaðan okkar samtali var bara hreint stórkostlegt verkefni
þar sem allir gengu sáttu frá borði með upplýsingagjöf og merkingum og reiðlöðum, allt unnið í sjálfboðavinnu. Það þangað sem ég held við eigum að fara og ég held við þurfum ekki að hafa áhyggjur af því að sveitarfélögin verði hér með eitthvað einræðisvald í framtíðinni. Svona eigum við að vinna þetta og þá munum við ná okkar settu markmiðum í sameiningu. Ég tek undir með Guðrúnu, hún beitti einhver einræðisvaldi í þessu starfshópnum. Og ég verði að leiðrétta mig, ég mátti náttúrulega við að ráðherra kæmi öll í verk varðandi að byrja, hefja þetta, en hálfna verk það hafið er. Og svo sérstaklega varðandi spurningum Snorra á þessum 20 árum rúmum sem ég hef verið að vinna í þessu, þá orðið bylting varðandi aðkoma almennings að öllum svona ákvörðunum, bæði varðandi ákvarðanir ríkisins, umræðu Alþingi en líka varðandi til dæmis skipulag sveitarfélaga. Þannig að við erum býsna sterk þó við búum á höfuðborgarsvæðinu. Komið þið sæl. Jóhannes Þór heiti ég og framkvæmdastjóri Samtaka ferðaþjónustunnar og ég hef nú þann sið að þegar ég á fundum þar sem að fleiri en 3 opinberar stofnanir búin að taka til máls að þá þurfi ég að segja eitthvað. Sem fulltrúi hér þeirra atvinnugreinar sem að nýtir þessi svæði hvað mest og býr til verðmæti fyrir samfélagið úr því og að því að hér hefur verið rætt svolítið gjaldtöku, þá ég eins og Valbjörn áhugamaður gjaldtöku en kannski svolítið á öðrum meiði. Það alveg verðt að muna það að, og Valbjörn leiðrétti mig ef það einhver vitleysa í mér en ég held að sé það nú ekki að meiri hluti tekna til dæmis þjóðgarðana á Íslandi kemur frá ferðamönnum nú þegar. Þannig að það ekki þannig að það sé ekki verið að skila tekjum af þessum gestum okkar, bæði íslenskum og erlendum, inn í þessi svæði. Og ég tek undir það að framtíðar hugsun varðandi það gríðarlega mikilvæg og þess vegna fagna ég bara þessari skýrslu og svona því að hún talar skýrt þau svona líkil áskoranir sem að þarna eru meðal annars varðandi þetta en vil þó benda á að ætli menn að horfa til þess inn í framtíðina að fara úr hugsunum þjónustugjöld, þar sem að þjónusta veitt og gjaldtekið fyrir og yfir í aðgangsgjöld. Þá í fyrsta lagi óska ég mönnum bara góðs gengis með það, samfara Íslendingum að þeir þurfa að borga sín á Þingvöll. Við höfum átt sem samfélag þá umræðu áður og vera má að það sé hægt, ég nú alveg trúaður að það. En bendi bara á að í því felst, og það kannski kemur á punktinum á spurningunni, í því felst svona eitt af því sem að þarna inni, sem að bara gríðarlega mikilvæg málefni varðandi stefnu, varðandi þessa atvinnugrein, hvert hún á að þróast í framtíðinu og hvernig við ætlum að stýra henni. Og við erum atvinnugrein sem að þarf að eiga við mjög mörg síló ríkisstjórnarinnar. Og sílóa hugsunin í stjórnkerfinu hér á landi eitt stærsta vandamálið sem við glímum við sem atvinnugrein. Eftir að stjórnstöð ferðamála lagðist af, þá finnum við mjög fyrir því að sílóa hugsunin hefur algjörlega tekið yfir aftur og við sjáum það til dæmis bara í því núna að nú framundan hressileg vinna á vegum umhverfis-, loftslags- og orkumálráðuneytisins þessi málefni og grundvelli þessar skýrslu og því bara ber að fagna. Hins vegar þá minni ég líka á og bendi á og þar kemur spurningin að nú að fara í gang á vegum ferðamálaráðherra. Uppfærsla á stefnuramma sem að gefin var út ferðaþjónustu 2019 þar sem að einn þáttur snýr til dæmis áherslu þáttur snýr að samræmingu nýtingar og verndar í náttúru Íslands og þar á líka að fara að gera aðgerðaáætlun það hvernig við náum þeim markmiðum sem í þessum stefnuramma til 2030. Og ég bara ítreka það hér að þetta tvennt verður bara að tala saman. Það bara verður að tala saman. Og ég veit að það góður vilji til þess hjá loftslagsráðherra, umhverfis- og loftslagsráðherra að gera þetta mjög vel á garði og bara hlakka til að vera boðin á alla fundina sem verða skipulagðir núna fyrir jólin. En mér langar að spyrja kannski ráðherrann og nefndina hvernig menn sjáu það fyrir sér og hvort að kannski ráðuneytið sé bara tilbúið í það að opna sílóið og fara að tala við ferðamálaráðuneytið þetta þegar kemur að því
að vinna þessi málefni vegna þess að það er svona helmingurinn að þessari skýrslu eitthvað sem mun hafa bara mjög drastísk áhrif á ferðaþjónustuna ef það er ekki gert í samhengi við aðra hluti sem við erum að reyna að færa þessa atvinnugrein í. Já, takk fyrir þetta. Guðlaugur Þór. Þetta er bara mjög góð ábending og svo ég haldi nú áfram að svo vera alveg skýr að það vera ekki allir fundir haldnir fyrir áramót. Það sem að þetta er bara gott dæmi, mjög góð ábending að sko hér er bara dregið fram eitt af því sem þarf að gera. Þú veist, við erum með þessa lykilþætti, það er búið að græna þetta. Og aftur ástæðan fyrir að við klárum þetta bara ekki á morgun hvernig við förum í vinnuna það þarf að líta til marga þátta og einhver hefur kannski sagt umhverfis orku- og loftslagsráðuneyti þarf ekki að hafa áhyggjur af ferðamönnum. Jú, þeir verða að vinna mjög vel með ferðamálaráðuneytinu af þessu málum af því að við erum að tala hér 30% af landinu eru þjóðgarða og friðlýst svæði og tekur þjóðlenduna sem við séum Fossensson þá er það 41% eitthvað slíkt og mjög mikið af þessu aðdráttarafl fyrir ferðamenn og alveg hárrétt að hér verða Jóhannes kallar þetta síló sem ágætis orð þau eiga helst ekki vera til staðar og ráðuneyti þurfa að vinna saman ekki bara þessi 2 ráðuneyti því að þetta tengist fleiri ráðuneytum og það er ástæðan fyrir því að við erum að taka nokkra vikur í að teikna þetta upp því að við viljum ekki fá svona athugasemdir þegar við erum búin að vinna þessa vinnu en auðvitað hefur ég og ferðamálaráðherra rætt þessi mál oft og ég er búin að kynna þessa skýrslu ríkisstjórn og það er alveg skýri vilja hálfu okkar beggja að vinna saman að þessu málum og mér fannst Jóhannes draga það bara ágætlega fram á hverju það er nauðsynlegt en það eru líka fleiri ráðuneyti sem þurfa að koma að því og auðvitað hagaðilar. Og svo líka erum við, talandi sílónu, þá erum við líka að fara, erum á fulli vinnu með stofnanaskipulagi til þess að koma í veg fyrir þessi síló sem og þau vandkvæði sem því fylgir þegar út með oflókið stofnana fyrirkomulag. Kannski aðeins mæta við því sem við í nefndinni vorum að skoða í þessu sambandi að auðvitað þegar við tölum hagaðila þá fengum við báðar útfærslurnar af þessu að ríkið ætti bara byggja allt upp og allt ætti að vera frítt og út í það að það væri eðlilegt að rukka fyrir þá þjónustu sem að væri í boði og við bendum á það okkur að hérna einmitt í skýrslunni undir fjármögnun og gjaldtaka þar sem við segjum að móta þurfi stefnu fyrir gjaldtöku á friðlýstu svæðum. Sú stefna er ekki til og það er eins og talaður það er verið að rukka bílastæðugjöld á Þingvöllum og í Skaftafelli en á öðrum stöðum eru verið að jafnvel skúravæða og annað og þetta er hlutur sem við viljum að sé tekið svolítið á og við allan í nefndinu hefum ekki verið að tala skúravæðingu heldur að finna út lausnaði hvernig hægt er að gera þetta þannig að þetta verði jafnt niður og peningandi fari síðan eins og ég sagði áðan í uppbyggingu á svæðunum. Og miklu leyti fjallar þetta líka stýringu á ferðamannastraumi þannig að ákveðin svæði fá ekki ómarga ferðamenn og einhver önnur minn og fá að gjöldin eru notuð til þess að stýra einhverju leyti. Góðan dag, ég heiti Davíð, starfa á Landgræðslunni. Takk fyrir góða skýrslu og góða vinnu og ágætis fund. Ég er ekki búin að lesa skýrsluna, ég viðurkenni það, en umræðurnar hérna kveikja strax spurningar. Annars vegar spurningu sem heyrir kannski undir starfsvið Landgræðslunnar og snertir möguleika til endurheimta bæði þurrlendis og votlendis vistkerfa á friðlýstu svæðum og hvernig þið mögulega fjallaði það á einhvern hátt. Þarna eru auðvitað æði víða svæði sem hægt er að ná árangur með í samræmi við markmið okkar Íslendinga í þessum efnum. Og svo hins vegar kannski persónuleg spurning sem snýr að þolmörkunum sem þið nefnduð áðan, þolmörk náttúru, þolmörk innviða og svo auðvitað og kannski ekki síst mikilvægt þolmörk ferðafólks. Ég velti fyrir mér kannski eðli málsins samkvæmt eða
hvers vegna ekki að verið tekið inn í samfélagsleg þolmörk og mér finnst við kannski pínlítið af að snerta á því hérna að vísu og ekki síst kannski í ljósi frétta af takmörkunum inn á svæði og almannaréttin og fleira sem hefur verið tæft á. Þannig að annars vegar tækifæri til endurheimtar í tengslum við á friðlýstum svæðum og svo hins vegar hvort samfélagsleg þolmörk hefði ekki mátt vera í skýrslunni. Takk. Skýrslan fjallar samfélagið, þannig að ef þú skoðar skýrsluna þá held ég að finnur út að þetta snýst ekki bara náttúrunnar þolmörk, heldur líka bara hvernig samfélagið geti stýrt og vernda náttúru landsins. Það mjög samfélagslegt. En jú, vissulega má taka þann pólinn í aðeins og fá rannsóknir í því, en ég held að mörg af þessum atriðum sem fjallað í skýrslunni snúa bara að samfélaginu og pólitíkinni ekki síst og samskiptum stofnana og hvernig stofnana geti best unnið saman að bæði vernda þessi þolmörk og náttúruna. Ég ætlaði bara að bæta því við að ég myndi svona telja það að þessi samfélagslegu þolmörk sé verið að vinna einhverju leyti innan í Háskóla Íslands. Ég held að Anna Dóra Sæþórsdóttir hafi nú verið einhvað að vinna vel í því og fylgjast með. Það eru gerðar ýmsar rannsóknir á þeim svæðum sem mikill ferðamannastraumur á og ég held að þetta sé í raun og veru í góðum höndum. Ekki Jón Geir líka og Jukka að vinna í þessum málum? Minnir það hefur komið fram í viðtölunum. Þannig að viðtalum við þau ætla að hafa endurspeglast inn í skýrslunni líka. Þannig að ég tel að við höfum reynt að gera eins mikið og við getum til þess að fylgjast með því hvernig samfélagið að taka við svona miklum ferðamannastraum. Já, svo við svörum nú aðeins varðandi landgræðsluna. Við áttum mjög gott samtal bæði við landgræðslustjóra og skógræktarstjóra. Nú ætla ég bara að viðurkenna það, ég man ekki hvaða svæði það eru nákvæmlega sem eru friðlýst og eru í umsjó eða skógræktin kemur þar að eða landgræðslan, en það eru einhver svæði, ekki mörg, en það var ekki að heyra á þeim að það væri annað en að það væri bara nokkuð gott samtal þessi efni og ég held að þetta sé algjörlega tækifæri í því að ef að þörf er á að fara í slíka vinnu milli landgræðslur og skógræktar eða hvað sem nú er unnið að því að samræma þessar stofnanir en allavega var bara jákvætt hljóð í þeim og já, ef þið viljið bæta við ef ég er að gleyma ykkur, en ég þori ekki að fara með nákvæmlega þessi svæði sem að umræðir. Kannski bæta því við líka, það var alveg ljóst í upphafi, við fórum á stað í maí, minnum mig, að undirbúa þetta verk að við gætum ekki látið gera einhverja nýjar rannsóknir, heldur verðum við að byggja á því fyrirværi búið að gera. Já, sælverið, Hákon heiti ég, þjóðgarðsvörður í þjóðgarðinum Snæfellsjökli. Takk fyrir þessa mjög svo þarfa skýrslu. Það verður spennandi hvað kemur svo út úr henni. Ég hef ásamt því að sinna þjóðgarðinum Snæfellsjökli og sinni ég ansi mörgum öðrum friðlýstum svæðum og gert það víða um land, bara eftir að flytjum á Austurlandi og Norðurlandið. Það var búin að dekka landið. En þið setju upp svona birtingarmynd af stjórnfyrirkomulagi þessara 3 stofnana og það reyndar aðeins flóknara vil ég segja hjá Umhverfisstofnun heldur en að vera sett upp hér að því að við erum með þetta 130 friðsvæði og fyrir hvert friðsvæði þá gert grein fyrir því í auglýsingunum hvernig stjórnfyrirkomulagi er. Það eru umsjónarnefndir, ráðgjafarnefndir og samráðsnefndir, samstarfsnefndir og allavega. Þannig að ég myndi ykkur að það væri áhugavert að rýna ofan í það hvernig hverju og einu svæði er stjórnað hjá okkur. Hafið þið eitthvað skoðað það hvaða stjórnfyrirkomulag væri best og ég er alveg sammála því að samræma stjórnfyrirkomulag rekstur friðlýstra svæða og þjóðgarða
Hefur það eitthvað verið rýnt hvernig, hvaða fyrirkomulag henta best á einhverju tölum? Þetta er vandamál ráðherrans. Það er mjög mikið atriðum í skýrslunni sem er bara sagt að þurfa að gera, en hafa ekki verið gert. Við getum ekki fara ofan í það. Við leituðum að vandamálunum, skrifum þau niður og nú eru þau komin til ráðherrans. Það kom reyndar fram hjá okkur og það er nú held ég í einu lykilþættinum eða svona að það kom skýrt fram að það þyrfti að einfalda aðgengi almennings að upplýsingum þessi svæði. Að það væri mjög æskilegt að væri eitthvað svona einn staður þar sem notendur garðana og friðlýstasvæðanna gætu leitað að. Þannig að þú áttir þig bara á því að þú sækir, ef þú ferð inn á þess að þetta er eitthvað stafrænt og sækir þér upplýsingar þarna, þá getur þú sótt upplýsingar alla staðina, varðandi gjaldtöku og stjórnun og verndaráætlanir og allt slíkt, sóttun leyfi. Þetta er mjög mikilvægt, að það sé ekki eins og í dag, þú veist varla, þú ferð inn á Vatnajökulsþjóðgarð og þú gerir þér ekkert grein fyrir því hvernig þú ert komin í eitthvað annað svæði eða hvort þú ert ennþá inn í garðinum og svo ætlar að fara á Snæfellsnesi og þá gilda allt aðra reglur. Þetta var mjög mikilvægt og við dróðum þetta sérstaklega fram. Einfalda aðgengi fyrir notendur. Bara stutt Sigrún Ágústsdóttir, forstjóri Umhverfisstofnunar. Ég ætla að þakka kærlega fyrir skýrsluna og skjalið sem hann setti í samráðsgáttina var algjörlega til fyrirmyndar, stutt og laggott, svona átt að vera. Samræmingarverkefni sem svolítið kannski blasi við og ég held að sé góð samstæðu það er einmitt þessi stjórnun svæðana í héraði svolítið. Maður gæti kannski haldið sem starfsmaður kanslísins til margra ára, þetta væri erfiðara, en raunin er svo að það er auðveldara að hjálpa staðið að sjá þessi svæði og þau eru margbreytilega rétt eins og Hákon sagði. Algjörlega rétt líka að við þurfum að stilla saman stefnu í ferðaþjónustu og náttúruvernd. Svo skrýtna fyrirsögnum daginn að við værum tilbúin í aukinn ferðamannastraum, innviðirnir væru klárir, skýringin var svo að það væri búið að gera og græja í Leifsstöð. Oftast fara ferðamennir út úr Leifsstöð sko, og í þessar dásamlegu perlur okkar sko. Og það er nú aldeilis góðsinn landið, þannig að bara kæra þakkir. Já, ég var með eina tvískipta spurningar á þeirra, en þetta tengist þessu með traustið, að ég er á því að leiðin til að ná traustinu það er að klára umræðu ýmissa undirliggjandi þætti sem eru mismunandi og hafa verið óljósir og kannski var það vandamál í Vatnajökulsþjóðgarð að það var að staða að klára marga skilgreiningar. En fyrst, ég er áhugamaður gjaldtöku að hún sé varfærin, ólíkt félaga mínum Valbirni í Vatnajökulsþjóðgarði. Hann hefur áhuga á gjaldtöku og það er að því að hann er í fjársveltri stofnun sem hann setti í að finna peninga handa sér. En ég held að þau eru að taka samtali mikið víðar og til að þetta sé eitt af stóru málunum sem það er að ræða til enda, áður en haldið lengra, hitt er almannarétturinn. Undir því er skilgreiningar á hugtökinu hvað er útivist. Og mér langar að spyrja Guðlaug, er hann með einhverja sýn hvernig hann ætlar að nálgast þessi 2 eða 3 samtöl á næstunni? Já, takk og það er svolítið erfitt að segja bæði, ég er búinn að ákveða hver niðurstaðan er og segja síðan að ég vil taka umræðuna og ég ætla að halda mig við það síðanefnda og það sem að Snorri er að draga hérna upp eru akkurat sjónarmið sem munu koma fram. Ég held að vissu almannarétturinn sé mjög mikilvægur, hann er náttúrulega búinn að vera hér. Ég er frá landnámi ef ég man rétt og en hins vegar þá er það líka þannig að sko það er ekkert ókeypis í þessu og það er ef að þeir sem að eru að nota hvort sem að það eru salerni eða bílastæði eru ekki að nota þá nú borgar einhver annar sem heitir skattgreiðandi fyrir það. Og það, ég leist á þessum skoðanakönnum en fólk sé ekki alveg tilbúið í það. Og nú er það þannig að við sem að, ef við leggjum hérna í hörpunni þá greiðum við fyrir bílastæðagjöld sko. Og þannig að ég held að fólk sé nú allavega með þessu skoðanakönnum þá menn á því að það sé svona dæmið það að það er við annars staðar því annars fer reikningurinn annað. Það er bara gömul sán í en eins og sko,
og þær spurningar og þær sem alla verið góðar sem kom hérna fram sýna náttúrulega að það er verkefni að vinna þegar við erum að fara í uppleggi á því hvernig við ræðum þessi mál. En ég get ekki bæði sagt að ég sé með niðurstöðu og segi svo að ég ætla að fá umræðuna. Ég held að öll þessi mál séu þess eðlis að þú ert ekki að koma með frá einhverju skrifborði í ráðuneyti í Reykjavík einhverju ákvörðun og segja síðan bara afgangunum á landsmönnum að þetta sé niðurstaðan, sko. Ég bara held að það sé ekki leiðin. Við höfum tíma fyrir eina spurningu viðbót. Já, Sveinbjörn, já. Fyrir ekki, ég ætla bara aðeins að bæta við að í öllum samtölum sem við áttum má ég vel að segja að það var engin frábrugðin var á móti því að greiða fyrir þá þjónustu sem hann fengi og sérstaklega eins og inn á hálendinu. En síðan kom alltaf þessar spurningar sem að fólk spyr verður þetta þá skúravæðingar og ég held að allavega bæði þar sem eru heyrt frá ferðaþjónustunni, útivistarfólki og fleirum að menn vilja ekki sjá skúravæðingu á landinu. Að það verið komnir upp gjaldtökuskúrar hér út allt þar sem þú borgar í hvert skipti sem þú ferð út úr bílnum og ætlar að skoða einhver svæði. En eins og ég segi, fólki finnst alveg sjálfsagt að borga fyrir að fá bílastæði og að fá að komast á salerni. En það er ekkert óeðlilegt því það kostar að reka þetta. Já, ég held að allir séu saman að borga fyrir að koma í sund. Þannig að þetta er svolítið, þú veist, að borga fyrir hreinlæti og góða sundlu og svo framvegis. Það er kannski ekki alveg sama fyrirbærið en samt sem áður það er kostnaðarsamt að reka sundlegar. Kannski ekki á Íslandi með að við mörg önnur lönd vegna heitavatnsins en samt sem áður við erum sátt við að borga í sund. Það er að loka spurningin. Var einhver komið með? Já, halló, ég heiti Auður, ég er framkvæmdastjóri Landverndar. Mér langaði bara að minna á það að, já, takk fyrir góða umræður og góða skýrslu, en mér langaði að minna á það að í öllum þessum umræðum hérna þá er stærsti hagsmunaaðilinn sem að þessi mál varða er Náttúra Íslands og hún getur ekki talað og umræðan hérna og skýrslan og mjög margt sem tengist þessu er gríðarlega mannkverft en ég held við ættum að reyna tileinka okkur frekar svona visthverfa hugsun þegar við erum að ræða Náttúru Íslands. Öll umræða gjaldtöku þarf líka að skoða ekki út frá bara hver er að græða, hver er að borga heldur hvaða áhrif hefur það á Náttúru Íslands. Ef við látum að kosta 1000 kall að kúka í einhverju salerni, þá kannski þrýstir það ferðamönnum frekar í að gera það einhvers staðar annars staðar þar sem við viljum ekki að gera það. Bara svona sem eitt dæmi, bara munum það að Náttúra Íslands er stærsti hagaðalinn hér. Takk Auður. Já, þá er svo bara lokið hérna hjá okkur í dag. Mér langar að þakka ykkur kærlega fyrir komuna. Skýrslan er aðgengileg og á vefnum líka. Hvet ykkur til að skoða hana og svo bara verður spennandi að sjá næstu skref. Takk fyrir. Við þökkum fyrir okkur. Takk.